Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Komið sæl og verið velkomin að Rauða borðinu. Ég heiti Oddný Eir og til mín er komin góður gestur, Björg Eva Erlendsdóttir, framkvæmdastjóri Landverndar. Ertu velkomin. Takk fyrir það. Mér langaði til að biðja þig að segja mér frá þínum störfum eiginlega og það er ýmislegt að frétta bara af landverndi sjálfu sér, en þú varst að koma af stórum samráðsfundi norrænna náttúruverndarsamtaka í Finnlandi, þar sem að var verið að ræða svona þessar þrengingar eða svona að það sé þrengt að náttúruvernd. Er það svo? Er þetta eitthvað nýtt að það séu þrengingar í náttúruverndar-baráttu? Það er náttúrulega hefur alltaf borið við að náttúruverndarfólk sakað öfgar og þess háttar en svo þannig að það eru svona betri tímar og lakari tímar, en það sem kom kannski pínlítið og óvart að því maður heldur alltaf að hlutirnir séu sérstakir heima hjá mann sjálfum, að hvað þetta er svona sterk og stór hættumerki í starfsemi svona samtaka núna, og maður hefur náttúrulega heyrt það mjög mikið hinsegin samtök og það bara þetta bakslag í lýðræðinu almennt, að það kom svo sannarlega sterklega í ljós að náttúruverndarsamtök var ekki hlut af því. Nei. Og jafnvel það bara mjög mikið þar. Og þannig að þetta var nú eiginlega aðal umræðu efnið á þessum fundi. Já. Við vorum að ræða það hérna við Rauða borðið í gær, hvernig dýravernd hefur eiginlega lent í þessu sama jafnvel enn frekar en náttúruvernd almennt, þar að segja að það sé einhver svona eins og hálfgerður áróður eða að þetta sé öfgar, og er það sem sagt ennþá í náttúruverndinni? Nei, sko, þetta er vaxandi í náttúruverndinni, allavega í löndunum í kringum okkur, og við sjáum alveg þess merki líka hér. Já. Að það sé og það er þetta þrengja frjálsum samtökum eftir ýmsum leiðum. Já. Eitt er orðræðan, að tala bara þau eins og öfgasamtök, og að það sé ekki marktakandi á fólki sem eru á móti framförum og á móti öllu sem gott er fyrir samfélagið og sé einhvern veginn svona hættulegt. Það er eitt svona frekar að mínum að öfgakend umræða sem að fólk þá kemst að með í fjölmiðlum. Já. Það er svona eitt af því sem að getur veikt svona samtök, en svo er hægt að þrengja að þeim líka á fjölbreyttan hátt. Það er hægt að þrengja að svona lagalegri aðkomu þeirra, þannig að þau get ekki auðveldlega farið í mál eða hafa ekki svigrúm til þess, og ýmislegt svoleiðis líka. Það er hægt að þrengja að þeim fjárhagslega. Það hefur verið gert á Íslandi mjög mikið á allt síðasta kjörtímabil, og nú er bara vonað að það lægist á þessu, sem er svo sem nýhafið, en það er ekki komin nein merki það að það verði auðveldara að vera í náttúruverndarsamtökum á þessu kjörtímabili heldur en því síðara, sem bara var ekki alfarið gott, af því að það var þrengt að möguleikum svona samtaka til þess að verða sér út styrki til dæmis, og svona rekstra styrkir sem svona samtaka hafa fengið, þeir hafa minnkað ár frá ári allt síðasta tímabil. Nú virðist manni sem þessi svona félagasamtök sem ég veit ekki eru búin að starfa í mörg ár, og þar sem hefur eiginlega safnast upp þekking líka og verið að þróa aðferðir til rannsókna og bara eftirfylgni, að þetta sé svo gríðarlega mikilvægt fyrir ríkisvaldið til dæmis, og sem sagt og auðvitað fyrir almenning, en þetta sé eitthvað sem að ríkisvaldið ætti að líta á sem gríðarlegan kost, að þarna hafi bara að meira og minna í sjálfboðavinnu safnast upp þessi þekking, og þetta sé svona þetta séu liðsmenn þetta ætti að vera saman í liði en það var mikil vonbrigði með í fyrra þegar allir ekkert af þessum náttúruverndarsamtökum hafi verið kallað til vegna nýrrar stefnu, hvað var það aftur, áætlanagerðar ríkisstjórnarinnar,
að það voru bara samtök iðnaðar eins og samtök atvinnulífsins verið kölluð að borðinu sko. Það einmitt frábært að þú nefnir þetta því að þetta eitt af því sem að við vorum að benda á og bendum á og það enn ein leiðin, þetta eru svona 3 megin leiðir til þess að veikja frjáls félagasamtök, það þetta að hafa þau ekki með í ráðum, tala illa þau, þrengja þeim lagalega og fjárhagslega og einhvern veginn svona þakka þau svolítið niður og svo það síðasta sem að kom skýrt fram í sumum landana þar sem ástandi var verst á Norðurlöndum að þar var bara beinlínis þannig að fólk veigra sér við því að skrá sig í svona samtök vegna þess að þá erfiðar að fá vinnu. Já. Og þá ertu komin dálítið langt sko. Og ég myndi nú alls ekki segja að það væri svoleiðis hér en það eru hættumerki og þau bara frekar mikil sko. En manni finnst sko eins og að þú nefnir Norðurlönd sko, manni finnst þess að bara sé eitthvað svo skrítið að fólk veigri sig við að skrá sig í náttúruverndarsamtök á Norðurlöndum. Nú maður kannski bara með einhverju fordóma eða svona einhverju óskhyggju að þar sé það bara einhvern veginn víðast hvar, eða það hafi áunnist að manni finnist það vera bara sko jákvætt og styrkur og maður veit að svona yngri kynslóðin sko Greta Thunberg þeirra svolítið hetja margra allavega og maður hélt að það væri orðið svona líka við sko almennt. Þetta bakslagið og ég held raunar að á Íslandi þá sé í huga margra mjög gömul mynd uppi af sko Svíþjóð sérstaklega. Að þar sé eitthvað svona mikið sósíaldemokratist ríki þar sem allt er hérna mjög akkurat og svolítið þungt í vöfum og mikið kerfi og hérna en mikið eftirlit og en líka mikil velferð og það er svona en þetta bara alls ekki svona og það náttúrulega á öllum þessum Norðurlöndum þá hefur verið uppgangur flokka sem að eru frekar grimmir í innflytjendamálum, grimmir í náttúruverndarmálum og líka að grimmir gagnvart fjölmiðlum og þeim finnst bara að ég þoli ekki vel mótmæli, getur maður sagt. Það er eins og í Finnlandi, það eru sannir Finnar og svo eru það Svíþjóðademókratar í Svíþjóð og þetta eru í það sem mig myndi langa til að kalla öfgahægri flokkar og populískir og þeir eru í ríkisstjórn. Þeir hafa komist það langt á síðustu árum að þeir hafa farið inn í ríkisstjórnir og einhvern veginn þá færast öll viðmið til. Og það var nú einmitt í Svíþjóð og Finnlandi þar sem að staðan virtist vera erfiðust. Já, núna á þessu þingi, já. En í Noregi var náttúrulega fundið upp hugtakið sjálfbærni, var það ekki Gro Harlem Brundtland? Nei, ég rugla, hver var það sem aftur fann upp bara orðið hugtakið, sko? Það getur vel verið, en Norðmenn eru allavega í svona, sko, tjáningarfrelsi og félagafrelsi stendur betur þar, heldur en víða. Og það eru frekar sterk samtök þar, en hins vegar enga síður þá í Noregi eins og annar staðar, þá alveg rosalegur ágangur á náttúruna og við sjáum það nú mjög mikið hérna að þeir eru með eiginlega öll mál sem að við erum núna stöndum frammi fyrir, það er alveg saman hvort það er sjókvíaeldi eða vindorkuver, þetta er allt saman eitthvað sem er búið að gerast fyrir 10 árum í Noregi og yfirleitt með mjög miklum látum og það eru mörg mistök sem hafa verið gerð í Noregi sem að væri nú alveg ástæða til þess að læra af á Íslandi en þótt að manni sýnist nú stundum að fólk vilji bara frekar gera þau mistök öll aftur bara með opin augu. Þannig að það var verið að norrænir kollegar voru að vara Íslendinga við sjókvíaeldinu. Já, í myndinni góðu sem að var sýnt hérna og allir ætti að sjá. Hvað hét hún aftur? Ég bara akkurat stólu úr mér sko. Já, ég man það líka eftir en þetta var allavega mjög sláandi mynd þannig að ég er ekki að segja að náttúruverndin gangi rosalega vel í Noregi en hins vegar tjáningafrelsið þar virðist vera meira og fólk ekki neitt hrætt stöðu sína þótt að sé í náttúruverndarsamtökum. Já, þannig að það frekar þannig í Svíþjóð. En hvort þau ná árangri, það svo aftur annað mál. Já. En hvað það sko, hvað með vinstriflokkana, sko, getur eitthvað sagt svoleiðis að þú segir að það sé raunverulega svona hægri slagsíða og þetta fylgi
henni. Ekki bara sko og þetta einhver tíðarandi líka og sko ég myndi segja að þessir hörðustu hægri stjórnvöld að þar í rauninni svona tjáningafrelsið svolítið meira í hættu heldur en þar sem að eru svona mildari miðjustjórnir. Vinstri stjórnir eru nú almennt ekki neinstaðar þannig lagað en þar sem að sósíaldemókratar stjórna þar ekki, þar upplifir fólk sig ekki þannig sett að það get ekki verið í samtökum eða tjáð sig. Það er svolítið merkilegt að því í þessari umræðu bókið og allt það sem verið svona eins og að bendla það við vinstri hreyfingar sko, svona hvað það svona slaufunar menningu og stýringu á hvað megi segja og hvað megi ekki segja og hvað rétt að segja og hvað ekki rétt að segja. En það afvegaleiðir að mínu mati mjög því raunverulega, eða þetta ekki raunverulega, það er náttúrulega einhver leiti á rétt á sér, auðvitað sú gagnrýni, en mann finnst það bara sú gagnrýni ég var innblítt á hana svolítið afvegaleiðing frá því hvað er hefð fyrir því einmitt að að gera aðför að tjáningafrelsi í hægri pólitík sko og hvað svona svartir listar eru almennir og þessi hræðslu, þessi svona duldi eða ótti fólks við að setja sig, að tjá sig, það er enginn kannski sem svara fyrir það eða hvað, það er enginn sem að segir, þú ert að segja vitlaust, en það er bara, þetta er eitthvað sem gerist, að þú ert settur á svartan lista og færð ekki vinnu eða... Já, þetta var allavega það sem kom til tals þarna að þetta getur verið svona, að fólk þyrði ekki að vera í svona samtökum út af því hvernig talað þau. Ég held ekki að það sé svoleiðis hér og upplifi það ekki. Nei. En hins vegar þá upplifi ég ýmsa svona framkomu þeirra sem stjórna eða stakra þingmanna og fólk sem að talar náttúruvernd. Það er alveg talað náttúruvernd eins og öfga hér. Og það var nú svolítið merkilegt í fyrra sem komst nú aldrei í hámæli þá svo sem svo að þá var verið að endurmeta í orku umhverfis og loftslagsráðuneytinu styrki eða átti að fara í vinnu við endurmat á úthlutunum styrkja til svona samtaka og þá átti að horfa til þess hvernig þau innu með stefnu stjórnvalda og þetta bara mikill misskilningur að það sé hlutverk svona félagasamtaka að vera að vinna að stefnu stjórnvalda með þeim. Það er bara sjálfsagt að vinna að stefnu stjórnvalda þegar að málin eru góð, en svona samtök eru sjálfstæð samtök og þau eiga að vera það og þá fara eftir Árósasáttmálanum og þá ekki að segja svona samtökum hvernig þau eiga að vinna til þess að fá styrk. Þetta alveg eins og að segja við fjölmiðla, þeir eigi bara einhver ber að vinna með stefnu ríkisstjórnarinnar. En þá koma margir og segja af hverju verið að veita styrk til einhverju fjölmiðla sem eru bara gagnrýna og dreifa umræðunni eða af hverju verið að veita styrki, opinbera styrki til samtaka sem eru bara eitthvað með einhverju mótmæli og vesinn. Er þetta ekki, sko mér finnst einhvern veginn þessi tónn vera bara orðið dálítið almennur. Svona algjört eiginlega vanvirðing eða svona vanskilningur, skilningsleysi gagnvart mikilvægi einmitt frjálsra fjölmiðla og frjálsra félagasamtaka. Já, það í rauninni það sem verið að tala sko, allan tíman. Að þetta er hættulegt og það sjást þetta merki í öllum þessum löndum, mislangt komið þó, en við sjáum þetta sannarlega líka hér. En hvernig hægt að svara þessari rödd sko? Þessari rödd sem segir svona af hverju er að eyða almannafé, skattfé í styrki til einhver fólk sem er ekki sammála sem er á móti framþróun, þú veist, þetta verður svo sterk rödd einmitt þetta varandi styrkina. Af hverju eru þessir félagasamtök þá ekki bara
Akkur skildu þau þykja styrki frá hennu opinbera? Já, og af hverju skildu fjölmiðlar þykja styrki frá hennu opinbera? Þessi, bæði samtökin, fjölmiðlar líka, hafa aðhaldshlutverk og þau hafa það hlutverk að vera rödd almennings inn í umræðina og þau leggja mjög mikla vinnu til. Þau eiga að vera í samráði líka, það er mjög mikilvægt hlutverk líka, þannig að öll sjónarmið komist að. Já, þannig að þetta er umverulega eins og svona, þannig virkar lýðræðið að ef almenningur kýsir fulltrúa sem fara inn á þing og ef að þeir fulltrúar gleyma, sem sagt, fara ekki eftir vilja almennings. Sko þeir fulltrúa ná aldrei yfir allt hvort sem er. Nei. Þannig að þeim veitir ekkit af þessum, auðvitað er verið að vinna með stjórnvöldum, þótt að stjórnvöld séu gagnrýnd. Stundum. Já, það er verið að vinna með raunverulega bara, já, það fer eftir hvernig það er orðað. Það er bara hvernig ætlar þú að skilgreina þetta með að vinna með stjórnvöldum. Þýðir það að þú gagnrýnir þau aldrei og ert sammála öllu sem þau gera eða þýðir það að þú kemur með uppbyggilega gagnrýni, jafnvel að þú mótmælir eða kærir ef þið sýnist ekki hafa verið farið að lögum. Þetta er svona bara eins og stjórnvöld, eins og við ákveðum að í lýðræðisríki þá séu þessi frjálsu félagasamtök mjög mikilvæg og það sé raunverulega verið að þetta sé samvinna milli almennings, frjálsra félagasamtaka og fleiri náttúrulega og ríkisvaldsins. Já, og þetta er einhver samningur sem við gerum og sem er í grundvelli. Þetta er líka í lögum og alþjóðasamningum að það bara á að styrkja svona samtök. Já, vegna þess að það er mikilvægt. Og það á ekki að segja þeim hvernig þau að sitja og standa. Nei. En nú er það bara byrjað að gerast. Já, og þá er það bara, það er mikill miskilningur og vonandi bara leiðréttist þetta hægt og rólega en ég sá líka, sko þetta kom sem sagt frá ráðuneytinu í fyrra, svo fréttist nú ekkert meira af því svo sem. En nú sé ég að það hefur verið að það er komin fram skýrslubeiðni á Alþingi frá nokkrum þingmönnum. Frá Guðlaugi Þór, Bryndísi Haraldsdóttur, Diljá Mist, Jens Garðari Helgasinni, Jóni Gunnarsinni, Jóni Pétri Símsen, Njáli Trausta, Ólafi Adolfsinni og Rósu Guðbjartsdóttur, að þau hafa óskað eftir skýrslu frá umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra hvaða samtök eða aðilar þeim tengdir hafi höfðað mál gegn orkufyrirtækjum eða orkugeiranum og það er talað þannig aðila þeim tengdir og ég bara félagasamtök eða aðrir lögaðilar hafi undanfarin 10 ár átt aðild að málarekstri gagnvart opinberum eða einkareknum orkufyrirtækjum. Og svo er það tengt við styrkina. Hvort samtök sem hafi fengið einhverja styrki hafi gert eitthvað slíkt. Og í greinargerð með þessu þá er talað að svona málarekstur hafi haft áhrif á framkvæmdir sem ætlað er að stuðla að uppbyggingu mikilvægra innviða og að það sé orðið að venju að mál séu höfðuð við hvert skref í framkvæmdum. Þetta er fyrir það fyrsta ekki rétt. Nei. Í öðru lagi þá fara ekki náttúruverndarsamtök í svona mál. Og ég veit ekki, sko, mér finnst þessi skýrslubeiðni bara að vera öll byggð á einhverjum miskilningi. Bara beinlínis. En svolítið svona eiginlega, maður velti fyrir sig hvort það sé svolítið hvað ég að gera við þessar upplýsingar sem að skýrslan, við þessa slíka skýrslu og það er nafnalista og hljómar svona aðeins Þetta hljómar svolítið hótandi. Já. Þeir sem fara í mál, gagnvart orkugeiranum, þeir eru hættulegir og þeir eiga ekki, þá skal ekki styðja. Og nú þar sem að svona samtök, þau höfðu ekki sjálfmál, þau geta það ekki, ætti að geta gert það. En hins vegar þá er töluvert að náttúruverndarsamtök styðji við og ég les það úr þessari skýrslubeiðni að það sé vilji til þess að fá upp í dagsljósið
allan þennan stuðning sem að gæti hafa verið á síðustu 10 árum við þá málarekstur jável einstaklinga eða sveitafélaga eða hvað það nú er. Því að eins og til dæmis málarekstur í sambandi við dreifikerfi, það er nú oftast sveitarfélag og landeigendur sem eru í því. En þetta mér finnst það sérstakt að sjá þetta. Já, og hvenær þessi beiðni gerð? Hún og þetta orðið opinbert þingskjal. Já, en þetta nýverið. Já, þetta var bara dettinn og mér finnst það furðulegt. Já, en í ljósi þessa sem að þú heyrðir og tókst þátt í samræðunni á þessum samnorræna fundi í Finnlandi, þá kannski... Þetta er mjög mikið í takt við það. Já. Að þetta ekki bara mitt svona látið, þetta hvað að látið fylgja kviði eða hvernig að segja það aftur, þetta ekki bara orðin tóm, svona í orðræðinu verið að tala niður þá sem að berjast fyrir náttúrunni og fyrir framtíðinni, heldur þarna gengið... Já, þarna skipulega gengið til verks og þá væntanlega til þess að tortryggja svona félög, en það eru engin félög á Íslandi sem að fá þannig styrki frá stjórnvöldum að þau geti legið í einhverjum málarekstri fyrir nú utan að þau hafa ekki þá aðildamálum sem þau jafnvel ætti að hafa og sem þau ætti að hafa. Já. Þannig að þetta finnst mér mjög mikið svona skot út í loftið, en þetta samt sem áður til þess að gera svona félög tortryggileg. Og ákveðin kannski hótun mitt gagvart styrkveitingum og svo náttúrulega þegar það farið út í mann finnst stundum vanta bara almenna umræðu þessa opinberu styrki því þeir eru alltaf gerðir svo tortryggilegir þeir eru til frjálsra félagasamtaka en það ekkert kannski rætt styrki til stórra fyrirtækja og jafnvel einhverju nýsköpunarstyrki til Samherja sem stærsta fyrirtæki á Íslandi eða eitt af þeim. Já, og það náttúrulega til dæmis ein breyting sem varð mjög sterklega á síðasta kjörtímabili að verkefnastyrki sem að frjáls félagasamtök gátu áður sótt fóru bara svo til fyrirtækja. Já. Og það er auðvitað breyting. Þannig að á kjörtímabilinu þar á undan í tíð Guðmundar Inga Guðbrandssonar að þá var miklu meira aðgengi að svona styrkjum og fleira og maður sér það í gegnum tíðina að þá sveiflast þetta og samtök eins og Landvernd eru eins og Harmonika, þeir geta verið alveg frá bara 1-2 starfsmönnum og ég held að það farið mest í 16 og núna hefur þetta verið svona frekar að síga niður út af svona, en hins vegar erum við fjármögnuð að lang mestu leyti á styrkjum frá einstaklingum. Já. Sem sýnir að einhverjum finnst þetta vera mikilvægt starf. Já, það er bara eins og samstöðin sem er eins og þessi stöð hún er náttúrulega bara styrt af langbæstu stærstun hluta af bara þeim sem að finnst einstaklingum sem finnst mikilvægt að eiga eitthvað vettvang. Já, í rauninni þá væri ekkert óeðlilegt þegar að miða við að það er lögbundið hlutverk stjórnvalda að styðja við svona samtök að þau myndu í það minnsta jafna. Já. Svoleiðis stuðning. Já, en er þetta ekki líka ef við tölum svona bara mikilvægi ég meina getur þú ímyndað hver er eiginlega tilgangurinn ef þú setur því í spór hinna þeirra sem eru að gera þetta tortryggilegt. Ef ég set mig í spór til dæmis þeirra sem eru að biðja þessa skýrslu? Já. Já, þá náttúrulega í rauninni búin að vera yfirlýstur tilgangur stjórnvalda í langan tíma núna að það þurfi að ryðja úr vegi hindrunum og allt það sem frestar og tefur framkvæmdir. Já. Og það sé þessi orkuskortur sem mikið talað og sem Landvernd vill ekki kalla skort. Þetta er vilji til þess að selja öllum sem vilja kaupa orku eins mikið af orku og það langar í og það er alveg sama hver er. Og við erum búin að segja mörgum sinnum en það er ekki nógu oft sem við komumst ekki jafn oft að eins og hinir til að segja að það verður að forgangsraða orku. Það er ekki hægt að selja öllum allt og það er ekki heldur rétt að það sé kyrrstaða og ekki heldur orkuskortur þegar að 80% er selt til stórnotenda en ekki almennings.
þá er það eitthvað annað heldur en orkuskortur. En hagsmunirnir sko, þeir sem að raunverulega að tala þetta, að það sé þessi mistök að tefja framfarirnar og tefja verkin og svoleiðis, þetta alltaf opaslega samferðandi, sérstaklega fyrir svona þjóð eins og Íslendingar sem svo duglegir og þú veist, þetta alltaf mjög neikvætt að vera alltaf með eitthvað tuð og tafir, en svo kannski vantar ofta að sýna bara beinlínis samhengið, þú veist, þessar framkvæmdir eins og þú segir, þessi hugmyndum orkuskortin, þetta almenningi til hagsbóta, þetta þjóðinni til hagsbóta og almenningi og þetta þarna verið að selja til, eru orkukaupendurnir eru þeir örugglega með sjónarmið almennings og heildarinnar og náttúrunnar í huga, þá, ef það er athugað, þá því miður það ekki svarið nei. Ég held að það sé bara engan veginn þjóðinni til hagsbóta að reisa til dæmis þau 42 vindorkuvera á landinu sem núna eru á teikniborðinu. Það er alveg útilokað að það geti allt verið til hagsbóta, en samt sem áður þetta allt saman komið í einhvern ferli og það bara blasir við að við þurfum einhvern tíman að ákveða hvenær nóg er nóg og í hvernig ætlum við að verja náttúrunum. Við getum ekki bara ákveðið hvernig ætlum við að nota hana og sem hraðast af því þetta snýst líka að skilja eitthvað eftir fyrir framtíðina. Þannig að ég held að sé nú allur almenningur sé á bandi þeirra félagasamtaka sem eru nokkuð mörg sem hafa verið að svona standa upp í hárinu á sjókvíaeldinu. Ég held að engum myndi finnast það gott ef það væri komið sjókvíaeldi í alla þá firði þar sem það hefur verið planað, miðað við hvað sá vöxtur hefur verið hraður og hvaða er margt sem er að. Og þetta andóf og þessir frestir og tafir á hlutum hafa nú mjög oft orðið til þess að bæta framkvæmdir, jafnvel til þess að það væri hætt við þær. Og vegna þess að í millitíðinni koma mjög mikilvægar upplýsingar fram, því þetta það er svo mikið í húfi og svo merkilegt að vera að nota með hugmyndina dugnað og framkvæmdir og skjótar framkvæmdir vegna þessarar gríðarlegu hættu sem orkuskorturinn er. Það að vera að búa til eitthvað neyðarástand til þess að flýta ferli sem að manni finnst einmitt að þegar það hefur verið tafið þá hefur það bara verið til góðs, af því að það bara eins og vindorkuverin virtust fyrst vera góður kostur, kom svo í ljós að verið það bara alls ekki. Já, og stundum það verður nú að segjast alveg að við getum ekki komið bara með einhvern þvætting og fleipur og sagt bara nei, við viljum ekki þetta. Nei. Heldur þurfum við að koma með rökstuddar ábendingar og bara segja, heyrðu, halló, þessi framkvæmd, hún passar ekki hérna við ykkar eigin stefnu sjálfbærni og verndun. Já. Þannig að við erum yfirleitt að benda á svoleiðis hluti sem hefur bara gleymst eða ekki verið vilji til, eða að framkvæmdirnar þær eru svo stórar oft og þá er verndin víkjandi þótt hún sé í lögum og auðvitað bendum við á það. Og það er bara mjög gott fyrir stjórnvöld að fá þær ábendingar og vinna með þær. En þeim finnst það bara ekkert alltaf samt. Nei, sérstaklega líka, það er dálítið ögrandi núna hvernig náttúruvernd út land, Ísland, hvað kannski er ekki orðið skýrar en áður hvað hún tengist einmitt byggðaþróun og atvinnuþróun og bara raunverulega hvort að þessi samfélög lifið það af. Þú veist, það er meiri svona meðvitund að kvótin hafi leikið samfélögin illa og að þetta sjókvíaeldi muni ekki vera, þú veist, gott fyrir samfélagið og byggðina. Þannig að íbúarnir sjálfur finnst mér vera orðin miklu virkari, ekki bara út af náttúruverndarsjónarmiðum, heldur líka svona bara sem sagt félagslegum sjónarmiðum. Ég held að það sé að hluta til út af því hvað framkvæmdir eru líka stórar og groddalegar og áður voru þegar komu framkvæmdir sem voru af allt annari stærðagráðu í gamla daga. Að þá þýddi það velmegun og einu sinni þýddi það rafmagn. Og það þýddi að fólk á svæðunum fékk vinnu og það voru byggð félagsheimil og skólar og ýmislegt svona gott gerðist. Já. Núna þá bara koma vinnupallar
og vinnuskúrar alveg í massavís og ótrúlega mikið af fólki sem vinnur í stuttastund og svo það farið. Og þannig að það miklu meiri þrýstingur á samfélög þessar risaframkvæmdir sem eru núna og það gott dæmi til dæmis úr minni sveit þar sem að stendur til að byggja Hvammsvirkjun og jafnvel byrja á því núna þótt að virkjanaleyfið hafi verið fellt úr gildi. Já. Og sem mjög skrítið og hefur nú verið nefnt að sé hugsanlega stjórnarskrárbrot, þá liggur mönnum of mikið á mínum mati og það ætti bara alls ekki að líðast en þarna á þessu svæði líka verið að byggja eitthvað sem heitir Fjallaböð sem risastór svona spa- og baðlónsframkvæmd. Það líka verið að byggja vindorkuver á þessu sama svæði, stækka eina virkjun, leggja vegi og ég bara sá í einhverjum oddvitapistli að það átti að vera 800, alltaf 800 manns að vinna á þessu svæði en ég held að séu 600 í sveitafélaginu. Já, vá. Þannig að það rosalega mikið álag á lítið samfélag á stuttum tíma. Ég ekki viss að öllum finnist það svo gott. Nei, en vantar það ekki líka oft það sem vantar ekki oft umræðu valkostina. Þú veist það að segja að ef að þú ert í náttúru, ef að fólk eiginlega bara verður fyrst og fremst að segja nei eða mótmæla aðgerðum ríkisstjórnarinnar þá hefur stundum vantað síðan framhaldið að það sé hægt að hlusta á félagasamtök en líka íbúa og ræða það hvað hægt að gera annað. Þú veit, í staðan fyrir að sé bara það annarkvort þetta eða ekkert. Þú veit, annarkvort byggjum við upp alveg gríðarlega stórfelld eitthvað iðnaðar uppbyggingu og annars munu allir missa vinnuna, samfélagið, sko það einhvern veginn eins og, það vantir svona eins og teikna oft bara, já en það líka, eins og þarna ertu að segja á þessu svæði, þá eru nokkrar hugmyndir í gangi. Já, og meir en hugmyndir þetta sumt komið á framkvæmdastig, þannig að þarna bara, þarna breytist eitt samfélag í risavaxið iðnaðarsvæði í nokkur ár. Og hvernig það verður eftir það á svo eftir að koma í ljós. En hefur eitthvað verið rætt hefur þetta samfélag náða vopnum sínum og rætt það, byrju, ef það myndi hafna þessu, hvað geti það gert annað til þess að halda sér við og endurnýja sig? Sko það hafa verið haldnir margir kynningarfundir að ég hef nú ekki farið á þá alla en mér sýnist svona yfirleitt þegar það verið að kynna til dæmis öll vindorkuverin og ég farið á nokkra svoleiðis fundi að þá sumir eru auglýstir sem samráð, sumir sem kynningar en þetta eiginlega bara verið að dempa á fólk einhverjum glærusýningum og stundum ekki eins og íslensku og þetta ekki stefnumótun íbúana sjálfra. Nei. Og það kannski það sem að væri betra. Að fólk fengi, mér finnst sko kjörnir fulltrúar hafa tekið það mjög til sín að þeir eigi að vera alltaf svona að búa til vinnu, hvort sem fólk hefur beðið það eða ekki og búa til peninga. En talandi þessa þarna beiðni skýrsluna hvaða aðilar hafa verið með vesen þarna, sem þú varst að vísi áðan, þessi að þeir sem vilja fá núna það uppgefið, hvaða fólk hefur verið með vesen og verið með tafir, það ekki? Hvaða náttúruverndarsamtök? Nei, sko þarna í þessu tilfelli þar var dómsmál, þá voru landeigendur sem höfðuðu það, en það var náttúruverndarsamtök ekki, það geta það ekki. Nei, en ég voru að hugsa það mætti þetta líka bara íbúar, mættu biðja svona, ekki bara eitthvað glærusjó, heldur sko að fá upplýsingar það, byrju hverjir eru hérna inn í þessu spili, hvaða stórfyrirtæki eru sem sagt framkvæmdar við hverja verið að semja, ég meina vantar ekki bara oft svolítið mikið gagnsæi í þetta allt saman, í staðan fyrir að menn fái bara eitthvað svona áróður kynningarherferð að það sé hægt að fá Jú, bara... ég held að þetta á sérstaklega við sko vindorkufyrirtækin. Það svona ofta á huldu svona hverjir það eru sem standa bak við það allt saman. Það eru mjög gjarnan erlendir aðilar þótt að séu líka Íslendingar sem að svona fronta þetta eitthvað. Að þá eignarhaldið á þessu oft þannig að fólk hefur ekki hugmynd hverjir það eru sem að fara í framkvæmdirnar, hvaða ábyrgð taka.
hver er þeirra samfélagsábyrgð. Þetta er ekki svona í sambandi við þessa framkvæmdir í mínu sveitafélagi, þar er það nú Landsvirkjun að verulegu leyti sem er töluvert öðruvísi. Þannig að þetta er allavegana, en þrýstingurinn á framkvæmdir er rosalegur í bara öllu tilliti. Það er ekki bara virkjanir og sjókvíaeldi, það er bara margt annað líka, og það nýjasta núna er útflutningur á fjöllum og bara sandurinn, að moka út alls konar sandi. Nú síðast er einhver rosaleg þannig útflutningur í Mýrdalnum og þar á að byggja einhverja risabryggju og moka bara út Kötluvikri úr landi í mjög svo stórum stíl. Og þekkt er nú Heidelberg dæmið í Þorlákshöfn. Þannig að allt sem gert er virkilega stórt. Og svo er það vatnið náttúrulega líka, er ekki? Það er ekki til almennilega, eller lagarammi kannski til þess að... Svo er það vatnið og það er... Og svo er náttúrulega landeldi líka sem að núna er bent á sem einhverju svona allsherja lausn, og það gera náttúrulega þeir sem eru sko að verja þetta fyrir villalaxinn bara. En þetta er náttúrulega líka náttúran, og landeldi er ekki gallalaust heldur, af því það er úrgangur að þessu öllu. Og síðan eru það sem er kannski mjög erfitt fyrir til dæmis náttúruverndarsamtök, að það eru öll þau verkefni sem eiga að vera loftslagsbjargandi. En eru samt sem áður líka einhver svona hagvaxtar söluverkefni og verða þess vegna mjög stór, og þannig eru fyrirtæki að kaupa upp jarðir til þess að rækta á mjög hratt vaxandi tré til þess að kolefnisjafna. Og það er mjög mikil breyting á vistkerfum og landslægi og öllu ef þetta verður allt saman. Og það er eiginlega þannig og með framkvæmdir að það er ekki vondar í eðli sínu, og það er margt sem getur verið til framfara ef það er svona hóflegt. En ekki svona við á Íslandi erum öll bara eins og í gamla daga þegar allir keyptu sér fótanuttæki. Það bara einn ætlar að byggja vindmyllu og þá ætlar bara allir að gera það út allt. Og þá verður það mikið. Og skógur allt. Og dæla niður karpfixi út allt. Þannig að allt verður mikið. Og fólk verður líka, og almenningur óttast svona stórar framkvæmdir, og það getur maður alveg skilið. En er það ekki þar sem einmitt þessi frjálsu félagasamtök koma sterk inn? Það er að segja að það kostar svakalega vinnu. Maður veit að einstaklingar sem hafa bara tekið upp í sjálfu sér að rannsaka til dæmis einn valkost, ramkasta hvort að það sé gott að byggja vindmyllur garð hér í þessu sveitafélagi. Þetta er bara eitthvað raunverulega sem ætti að vera á vinna sem ætti að vera gerð hjá sveitafélaginu eða ríkinu, en þetta eru þessi frjáls einstaklingar og svo frjáls félagsamtök sem eru kannski vinna alveg gríðarlega vinnu að reyna að meta kosti, meta áhættuna. Já, allavega þá þyrfti, undirbúningsvinnan þyrfti ofta að vera miklu meiri og betri og lagaramminn þyrfti líka ofta að vera skýrari og betri. Og ég sá það nú að utanríkisráðherra stöðvaði eina tilraun með vítisóta í Hvalfirði af því að lagaramminn er ekki nógu skýr fyrir svona tilraun. Og þetta var samt ekki stór tilraun og þetta er svona loftslags björgunar rannsókn og getur alveg verið góð í sjálfu sér, en auðvitað þarf lagaramma og það væri til bóta líka með sjókvíaeldi, með vindorkuver, með það að taka heil fjöll í burtu. Öll þessi risaverkefni, þau þyrftu bara bíða þangað til að lagaramminn er eins og við viljum hafa hann. Það er mjög vont að semja lögin eftir á. Og það sást mjög vel í sjókvíaeldinu, því það er algjörlega bara, það er allir sammála það, að það var bara atvinnugrein sem að óx bara fram úr öllu, allt og hratt.
En hljómar þetta ekki pínu, óks fram úr öllu allt og hratt. Þetta minnir okkur náttúrulega hrun, sko fyrir hrun, þú veist, þegar að viðskiptalífið einhvern veginn fór fram úr bankakerfinu og fram úr almannahagsmunum svo allt og hratt. Jú, þetta bara minnir mjög mikið á það og þetta bara miklu skuggalegra af því að núna erum við að keyra fram úr öllu með sko bara lífið sjálft að veði út af því að við erum með náttúruna alla undir í þessum ofsaakstri núna. Og þess vegna finnst mér, sko, það nú verið líka að koma í gegn, eða reyna að koma í gegn einhverju frumvarpi þar sem verið að einfalda ferla til þess að flýta fyrir framkvæmdum. Já. Og það til dæmis mér finnst hérna markmiðið skuggalegt. Já. Að hérna ferlar séu skýrir, einfaldir, skiljanlegir, það gott, en að hérna, að það sé fyrst og fremst gert til þess að flýta framkvæmdum, þar sem að framkvæmdir hafa verið mjög hraðar og mjög miklar. Og þar sem kannski rannsóknir hafa sýnt mjög oft á tíðum að ekki gott að flýta framkvæmdum eða jafnvel yfirleitt ráðast í þessar framkvæmdir, þannig að það náttúrulega ekki verið mikið að hlusta á svona rannsóknir og staðrendir heldur oft, ég meina af hverju verið að flýta framkvæmdum, verið ekki bara verið að flýta gróðamyndun, af því að þessi trú á það að búa til pening svo þykir svo rosalega jákvæð bara í sjálfu sér. Hlýtur það ekki vera... Jú, það er verið að flýta hagvexti. Flýta hagvexti, sko. Ég held að það sé ekki spurning. Já, þannig að þessi ferlar, en við erum á eftir eiginlega, þetta fer fram úr, það verið að flýta einhverjum ferlum, en það ekki verið að flýta stuðla því að búa til lagaramana sem við þurfum, bæði fyrir samfélögin okkar og almenning og náttúruna. Ég vona bara að það verði samt gert samhliða og það verði gerðar kröfur, þannig að það nú marga framkvæmdir sem bara þannig að þær hefðu bara ekki átt að fara á stað í nokkurt einasta ferli. Nei. Og það þarf bara að gera frekari kröfur áður en þú skipuleggur vindorkugarð á annars manns landi eða friðlandi eða eitthvað, það allt mögulegt sem fólk geti eftir í hug. Og það virðist vera hægt að koma því bara í einhverja mikla vinnu og það þó bæði tafsamt og þar fara bara heilu mannárin til spillis til þess að skoða og velta fyrir sér og greina framkvæmdir sem að uppfylla engin eðlileg skilyrði. Nei. Það mjög slæmt. Já. En það aðalfundur landverndar framundan ekki? Aðalfundur landverndar núna 23. maí í Tjarnarbíói og þar kosið nýja stjórn. Formaðurinn Þorgerður María Þorbjarnardóttir, hún ætlar að bjóða sig fram aftur. Nokkrir hætta, 3 hætta í stjórn og svo það kosið sko halva stjórnina og það komin þó nokkur framboð. Já, þannig að það alveg dugur í fólki og áhuga og það sem betur fyrir ekki þá hægt að segja að fólk sé eitthvað hrætt við að bendla sig við náttúruverndarsamtök. Það bara munurinn á okkur og þeim Norðurlöndum sem að í erfiðustu aðstöðunni núna og ég ætla bara rétt að vona að þetta verði áfram þannig. Já, en eins og þú segir það nú samt hættumerki líka hér á landi þannig að við þurfum að vera vakandi fyrir. Já, allt fólk þarf að vera vakandi og mér finnst nú að það ætti allt fólk á Íslandi að vera í náttúruverndarsamtökum. Já. Jú, helst í landvernd náttúrulega. Já, það eru fleiri góð sem betur fyrir ekki. En svo til, já, þau alveg sko, þau mjög mörg samtökin. Já. En við vinnum líka mikið saman og það veitir ekkert af því. Nei, mitt. Björg Eva Erlendsdóttir, framkvæmdastjóri landverndar. Kæra þakki fyrir að koma að rauðaborðinu og segja okkur helstu nýjustu fregnir úr náttúruvernda umræðinu á Norðurlöndum og líklega í heiminum og Íslandi. Takk fyrir að bjóða mér. Hlustendum og áhorfendum þakka ég fyrir að vera með okkur í þessari mikilvægu umræðu sem varðar bara framtíð okkar allra, náttúruna, lýðræðið og alla framtíð. Ég þakka Laufey Líndal fyrir að vera með okkur og varpa spjallinu yfir til ykkar og við höldum áfram að ræða máli við rauðaborðið eftir smástund, farið ekki langt, tökum bara örstuttar frímínútur. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.